bara velkomin í þáttinn maður. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig. Já, ég ætla að taka smá kynningu hérna. Ok. Hann var Snapchat-stjarna, börn elskuðan, Gerpi elskuðan, Ronni öfundaðan. Er þetta Maggi Mix? Hvað vera, en svo ekki. Það var ófærð í lífi hans og hann hitti miðaldra kallmann í Perú sem breytti öllu lífi hans. Hann kíkti Amazon frumskógin og var búinn að fasta í dágóðan tíma og hugsaði, shit, hvað mér langar í eitthvað juicy. Hann fekk að drekka tóbak frá frumskóginum yfir til Íslands, nýr maður, okkar maður. Í hverju hann, hugsiði, hlaðvarp, sjónvarpi, auglýsingum, 101 útvarp, jújú, 9 líf, svartir sandar, verbúðin og 9 uppáhaldsþáttunum hans Ronna, afturhelding. En þekktastur hann kannski fyrir leiksin í Hrotti sem Steindi Junior leikstýri. Og ertu velkomin, Takk. Það er geggjur kynning. Án gríns, maður. Ég hef aldrei fengið svona góða kynning. Það er alltaf, er Mólaði komin inn? Já, Ron er nefnilega lúkinn, sko. Komið tíma á þessa kynningu, sko. Þetta er Hrotti, það er svona þitt upp á þess. Er ekki að tala hérna... Hann er vampírumyndin? Vampírumyndin hann. Já. Hann lísti því fyrir mig. Það sagði þetta væri sko, hann sagði, Aron, ertu til í að líka þetta fyrir mig? Gerum mig greiða. Já, hvernig eru tökur? Þetta er svona kvöldtökur. Svona kannski 6-9. Ég var frá 12 til 7. Nei, það. Bara virkum, skilur bara greiði. Já, var ekki að lúa öllum bara. Já, bara, Hegi. hann púlaði þetta vel, sko. Þetta var svona, hann fór í gegnum, maður hefur heyrt svona sögurnar að hann er að hringja, hann bara fekk alla til að leiki steindaseríunum. Og það var einmitt bara eitthvað svona, jó, gaman, Þetta er eitthvað stund maður, bara að gera þetta. Já. Tók þetta algjörlega bara á samfæringunni, sko. Það er helviti gott. Við sáum að varst á Sónar, Barcelona. Jú, síðustu helgi. Við vorum ekkert vissir að þú myndir bara koma aftur, sko. Þetta var helluð hátíð, sko. Mikill svona techno-haus, sko, búin að vera í mörg ár. Og fór á þessa hátíð fyrst 2018. Þá fórum við saman 3 strákar, hérna, bara Sturla Atlas, Sigurbjartur, Jón Kristóður og ég. Og svo alltaf einhver íslendingar á þessa hátíð. Og svo ákveði að fara aftur núna í ára því að það er sko 30 ára anniversary. Ég er 30 í ár, hátíðin líka. Ég held að Sónar væri bara í Reykjavík, sko. Ég hefði bara heyrt það í Reykjavík, sko. Já, þetta er þannig hátíð að hún getur, þú veist, þetta er svona eins og franchise, basically. Þú getur, sko, það eru strákar hérna heima, Steinþór, Helgi og Ásgeir. Þeir voru úti núna allmest líka. Þeir hérna eiga röntgen og skreið og Montríkir. Já, Ok, meirinn. Þeir heldur sko Sónar Reykjavík, þannig að þeir fengur svona, þú veist, velvildina, þú veist, fíluðu Sónar úti og fengur þá að halda hann, svo hún haldi líka til Lissabon, til, þetta er okkur svona gett skrýtnum stöðum, eitthvað svona. Er þetta Sónar sem þú varst á, sama Sónar var haldið í Reykjavík? Nei, ekki, sama, Er þetta út allt bara? Sama, sko, þú veist, bara sama yfirheiti, sko. Já. Þú veist, en svo bara mismöndi venju, það haldi bara í Hörpunni, hérna heima. Og bara, þá stýra þeir bara hvað artista þeir vilja fá inn og þar fóru, ég fór á það líka, það var Major Lazer á þeim tíma og Diplo. Diplo svona þegar hann var að verða bara Diplo. Hann var orðin mjög frægur en hann var svona að verða alveg bara massíft, sko. Þá var hann í bílakjallarinn með DJ-set, sko. Það er þetta rosalegt set, sko. Ég er mikill Major Lazer maður, sko. Það var rosalegt. Það er geggjað gæði, sko. Rjála dæmi, sko. Núna fór ég mitt aftur núna og þá var, þú veist, það var Apex Twin, það var Erik Pritz núna með, þú veist, eitthvað svona holographic dæmi, sko. Hvað lag gerði hann aftur? Call on me. Já, frægast að hans svona Call on me, sko. Já. Eina hann að taka, Já. tók það ekki. Nei. En hann var með svona eitthvað svona holographic dæmi, eitthvað svona LED borðarskjá yfir öllu sviðinu. Hann var bak við eitthvað svona LCD meshi, eitthvað svona, þetta er eitthvað ný tækni, sko. Þannig að þú veist, og með eitthvað rosalega myndi, svona videografík hendi að koma út og maður er bara skilur við, algjör drugl. Það er geðveikt, sko. Svo var ég hérna, þú veist, svo voru sett bæði föstu á lögut og voru til sko 7 morgunin. Voru þið? Nei, þú veist, bara sett. Já, sett. Báðaðist 7. Síðasti bara, hérna, bara hellanir voru bara Solomon voru á föstudeginum. Já. Svo var Amelie Lenz, það er svona mín uppáhalds í dag. Ég var spenntastu fyrir henni, sko. En þú veist, ég var búin að drekka aðeins svo mikið af, þú veist, einhverju Red Bull og svona fullur á Red Bull eitthvað. Þú veist, reykja einhverju sígarettur eitthvað. Nægir. Svo stendi hann á gólfinu á okkur vídeo það sem er bara svona, þú veist, 6:30, sko, draugastemmingarnir. Það? Bara först, þú veist, laugardagur, allir búin að vera í 2 daga. Já. Sko. Þú veist, það var smá svona draugastemming, sko. Nákvæmlega. Ég var smá fyrir vonbrigðum á henni, sko. Langaði svo mikið að þetta hefði verið meira. Ég var líka bara þreyttur og eitthvað á rútunni heim og eitthvað.
Þú hefur bara þurft 2 stykki að hreinu jæjó eða... Ég hugsaði til ykkar, sko, ég hugsaði bara, hvað hefðu þeir gert núna? Það hefði verið eitthvað heimst, sko. Ekki verið gott. Ef ekki bara byrja frá byrjunni, bara hvernig var æskan? Æskan? Já. Herðu, byrjum, Já, það er bara djúpt. Herðu, hún var bara skemmtileg, sko. Hún var bara, ég sko fættur upp að Líffossvoginum, í sko bara neðst í Fossvoginum, í Kvistalandinu. Afi smíðaði hús þar, svona einn af köllunum sem að, bara, já, ég smíðaði bara hús, kunnur það? Nei, það gerði það, þú veist, endi mér lóð og bara bjótin hús, skilur, bara einbýlishús, geggja flott, og fættist upp hann þar, mamma og pappi skildu bara, hættu saman í að 3 mánaða, sko, og fara síðan bara í sigur áttina, og þú veist, pappa Helgar, klassísku, tók þær alveg, og mamma og ég vorum alltaf að flytja eitthvað og ég bjó í Mosó á einhverjum tímapunkti, bjó Völlunum líka, þú veist, á einhverjum tímapunkti, en aðalega oftast hefði verið bara svona, þú veist, að rótera í gegnum í bústaðakvarðinu, sko, Fossvoginum. Þannig að það hefur verið svona frjálst uppeldi á mér, ég var svona átti marga vinahópa, var að leika með vinunum svona, þú veist, sem voru svona, ég kalla svona 9 to 5 vinni, sem eru bara svona, þú veist, þurfa að fara heim klukkan 7-8, borða og bara má ekki vera lengur úti. Já. Ég mátti vera lengur úti, skilur, það var engin... Var ekki regla á kallinum? Nei, bara svona ekkert, þú veist, það var ekkert frjáls, það var svolítið frjáls bara. Og þú veist, svo bara kannski var ég með eitthvað gemsa á mér og þú veist, svona Nokia síma og þá bara hringt í mig klukkan, þú veist, 11, ertu ekki að fara að koma? Þá var ég oft með hinum krökkunum sem voru, þú veist, hinum voru kannski svona, já, að fara heim að spila FIFA eða eitthvað. Og fór ég út og þá voru svona, herru, að fara að kasta steinum í bíla. Og ég þú veist, bara að ræna einhverju með einhverju krökkum í 10-11 og eða mér að partur að eitthvað svona Já. Ok. Voru það eitthvað svona bad boy hópur? Bara ég veit ekki hvað það í dag, sko. Ekki? Nei. Ég rakst á einn fyrir svona 2 ára síðan. Ertu búin að segja skilið við alla þessi eftir frægur? Já, basic. Ég þú veist, ég nenni ykkur ekki alveg. Nei. Þetta var svona algjöru vitingar, sko. Það eru bara í langtíma meðferð eða eitthvað núna? Já, bara. Sennilega. Þú veist, ég heiti systur eins kursis daginn, sko. Já. Bara, ekki hitt hann í mörg ár, skilur, og bara, hvað þetta bróðurinn? Og það bara, þú veist, bara lokaður inni, sko. Jaha. Bara geteld, sko. Já, shit. Hann bara eitthvað shit, einmitt. Já. Og þá fór maður að hugsa tilbaka. Maður svona hugsaði, sko, einmitt tilbaka, ég sá myndinu daginn hérna Bergdrimi, sem ógeðslega góð mynd. Og hún svona snerti mér svona ógeðslega mikið af því að hún tekin upp í Réttó líka, sko. Ég var í Réttó. En bara því þetta var svona, þú veist, því maður fattaði ekki á þessum tíma, þú veist, maður var kannski leiðilegur við eitthvað, back in the day, eða eitthvað leiðilegur við mann og svona, maður fattaði bara ekki, þú veist, hvað sumir höfða, kannski bara hróttalega ræði. Bara afleiðingar og svona, þú veist, já. Bara hvað að gerast bak og lokaða hurð, sko. Maður fattaði ekki, sko. Maður ekkert svona, gaf mér svona, wow, það var svo mikið hann lið í skólanum mínu svona, og hugsaði tilbaka. Maður bara svo vitlaus þegar maður ungur, sko. Maður bara veit ekki betur, sko. Maður bara eitthvað, hey, þú veist, svo kemur í heimsótt til eitthvað svo, manni líður bara eitthvað weird hérna, sko. Já. Bara eitthvað hefi skrítin stemming, sko. Hvernig hlutinir eru sagðir og hvernig fólk tala ykkur annað og bara mann eitthvað weird á því. Maður finnur það, sko. En svo maður bara eitthvað, songur. Bara er ekki til, sko. Ok, þá fór til mína. Pælir ekki því með það. Nei, maður er alveg skít saman, sko. En svo, þú hefur farið mikið til sálfræðingar svona, þú veist, það er ekki allir sem tala þessa hluti, þú veist, mér langaði svona aðeins að opna þá umröðu. 100%. Ég tek það svona almennilega, sko, ég missi systir mína 2011, bara í bílslýsi, þannig að hún var bara jarðsett á afmælisdaginn sinn, bara 6 ára afmælisdaginn sinn, og það var svona, þú veist, mómenti sem að, svolítið svona bara fokkaði öllu upp einhvern veginn. Þú veist, mamma var bara leið mjög illa og átti mjög erfitt, sko. Og ég flyt heiman, sko, held ég minnum að það hafi verið, sko, hvað, 2011, ég flyta heiman 2012-ish. Þannig ég bara að fara út 18-19, sko. Bara kunni ekki elda á neitt. Finna ykkur að vinna, finna ykkur að leigu íbúðinu í bæ og er listaháskólanum á sama tíma. Bara leikarann. Kemst inn í leiklistina bara einhverju, þú veist, miraculously, sko. Hvað beint í leiklistina? Já, bara klára Vestló, í Vestló á þessu tíma og þegar ég bara sækjum og við bara beintinn, sko.
og þá byrja bara eitthvað svona, einmitt, maður var ekki að díla við neitt að þessu og bara eitthvað svona, hvað ég segja, bara ekki díla við hlutina, sko. Þá til að þeir bara springa inn í manni. Og þá var þáverandi tengdamóður mín, fyrir samandi. Hún einhvern veginn komur að lagið og sagði bara, þú varst bara drullaði til sálfræðing, sko. Pantaði bara tíma fyrir mig eitthvað og ég fór bara í fyrst tíman eitthvað og það tók svona 3-4 tíma, þú veist, á svona venjast í, en ég er svona ánægður, ég held í það, sko. Þú veist, að ég fyrst var ég bara, það var kjaftaði, sko. Varstu svona lokaður fyrst eða? Já, eða þú veist, ég hef alltaf verið líklega að geta spjallað og eitthvað svona, þegar maður fara eitthvað á okkur dýft með einhverjum gömlum kalli, sko, maður fara eitthvað inn í ykkur herbyggi, ég bara, hvað er ég, í ykkur bíómynd? Þetta er svona ungu líka, sko. Já, einmitt. Svona sér ekki neitt á, sko. Nei, og þetta var svolítið svona bara, það er ekki fyrir bara, einmitt, ég man þessu tissue-boxinu, sko, ég hugsaði bara, þú veist, hvaða sitcom er þetta, skil? Tissue-box. Ég læg með ég vali myndaður. En svo tæmdi ég það í 4 tíma, sko. Já, það ekki. Jú, þá bara eitthvað gerist eitthvað og þá fattaði ég bara að labbaði út og ég bara, wow, þetta er málið, sko. Svo bara, þú veist, mörg 100.000 krónum seinna að laga þess með, sko. Það var ekki dýrt, sko. Þetta er ferli. Þetta er ferli, en þetta er mjög dýrt í dag og leiðilegt að sé svona dýrt, sko. Já, bara fáránlegt eða, sko. Það er það, sko. Og þess vegna hefur líka, þú veist, þess vegna fór ég líka aðra leiðir, þú veist, mér fannst þetta hjálpa einhverju marki, sko, en svo fannst mér ekki nóg, þannig að ég hugsaði líka bara, þú veist, hverju hef ég tapað, þú veist, á þeim tíma, ég hef ekki tapað, átti ekki börn eða neitt, þannig bara, hvað get ég feð bara til Amazon frumskóin og drekka eitthvað glundur og sé hvað gerist, sko. Hvernig var það? Það er rosalegt. Það var eiginlega fyrir og eftir, sko. Það einhvern veginn náði svona losa allan út, sko. Og binda enda mjög margt og opna nýja dyr líka og það var í rauninni bara, þú veist, ég kalla oft bara svona fyrir og eftirmóli, sko. Já, getur þú lýst í fyrir eins og þú veist, hvernig er að vera mættur á flugvöllin, hvað í Perú eða eitthvað? Sko, þetta var rauninni lengra það. Ég var ég og félagi minn, ég ringi hann og segi bara, herru, ég hef búin að vinna með sem strák búin að vera í svona liðverslu í raun og veru, aðeins meira samt en liðversla. Ég bjó hjá þeim alveg og kokkavættur út á landi. Þannig þú veist, þetta var óslega vel borga og þetta var svona, ég fjall semst í leiklistinni einhvers staðar á milli og bara eitthvað, bara svo útfallin, fuck bara þú ert ekki tilbúin í þetta, en gott eftir ár með 9. bekk, nice, þannig að ég hafði ár til að púsla mér eitthvað saman og þá fekk ég þessi hugmynd, bara fuck it, ég ger þetta núna fæst þess að hringi vinn minn sem var nýbúin í Hvalnum og ég var búin í þessu þannig ég bara, já, nóg penning hringdi hann bara, þú ert penning, já, fuckload of penning ok, nice, til að vera í heimsessu bara fuck it, gera það og fórum í 4,5 mánuð, bara Suður Ameríku 4,5 mánuð? Já, mið og Suður Ameríku fórum út allt, sko og bara, getur rétt ímyndað ykkur ruglega okkur, sko það var bara ógeðslega gaman prófaði alls konar, gerði alls konar skemmtilegt og þú veist PG-13 og líka þess eldra en sent ég segði við hann bara ok, ég er að fara í þessu ferð til að gera með þér alltaf en það er einn hængur, ég ætla að gera þetta og hann eitthvað, hvað er þetta? Ég bara útskýr fyrir ayahuasca, þetta er svona, þú veist, bara planta eitthvað og það segði, drekkur þetta og þú veist, þú bara farið eitthvað að sína bara aðgjörna bara let's go nice. Bara eitthvað, fuck it, let's go og hann kemur með mér í þetta, algjör trúber, sko þannig að við erum búin að vera, þú veist, að ferðast í 2,5 held ég, 3 mánuði með þess þegar það kemur síðan að þessu þannig að við erum búin að vera alveg bara að fara út allt og matareiturinn hérna þarna og passa Kröpbyggi í þessu landi það veit ekki, þú veist, við erum búin að fara í Machu Picchu og búin að gera allan aðskonar, sko fá rosa mikið að geggjum upplifunum og þá förum við þetta og þetta var sérst í Tarapoto sem er bara svona lítið smábær að býða þar, sko eftir að við verum sóttir. Tarapoto er bara upp við Amazon, sko þannig að við tökum innanlands rellu frá São Paulo held ég eitthvað svoleiðis og fljúum þangað og erum frá Perúinu og fljúum þarna eitthvað og erum sérst lendir bara á okkur þú veist, sveitaflugvelli og þetta er ekki, þú veist, ég myndi nú ekki kalla það þorp, sko, þetta er bara svona þyrping og bara allir 1,50 skilur bara, þú veist, innfættir bara við ykkur 2 risar skilur bara, what the hell og þú veist, aldrei upplega mikið svona diversity, sko, bara lappa um götuna, bara stara mig, sko og við erum alltaf eitthvað að býða inn í einhverjum bær finnum eitthvað hostel, sko, sem var bara, þú veist, var bara eitthvað, skilur þetta, bara gistir ranninni, bara að gera svo vel ok, og þú veist, hundar og eitthvað lið og bara eitthvað í gangi þarna, sko
þú bara gæður, hvað hérna súpermarkaðurinn? Bara, ekki súpermarkaður, það bara markaðurinn. Já, ok. Bara markaður. Já, það var bara lið sem bara að tína ávexti og gótt í skói bara, og koma með það og bara, þú veist, ég bara, shit, þetta alveg, það ekki búð hérna, við vorum alveg bara svona vanir að hafa eitthvað svona, alltaf geta stokkið út í búð og keypt bara eitthvað, svo var eitthvað svona ein lítil, svona bara eitthvað verslun sko, seldi bara hvítt brauð og túnfisk, og eitthvað smá majónes og ég eitthvað, þú veist, hvað, ok, en ég fatt bara, fuck it, ég fer bara markaðan að kaupa avokado og ég gerir bara, þú veist, og lauk og ég gerir bara geggjaðar túnfisksamlokur, við áttum bara bíðandi tóta eftir gaurnum, Carlos, og hann, enda á því að vera 8 daga í þessum bæja því að býða eftir honum já, þú veist, það bara, skilur hann kemur hvenær, ég bara, þú veist, hann kemur já, ok, þannig að bara, við höfum að, þú veist, býða vorum alltaf eitthvað að reyna, þú veist, að ringja öðru, þú veist, við vorum búin að plana eitthvað annað, skilur, lengra og þetta var alveg að svona fara tegja því, sko, þannig að það var alveg svona smá vesinn allavega, svo bara einn daginn, þá, erum við eitthvað að chilla og svo bara allt í einu mætir eitthvað gæi bara í einhvern stuttunarból og stífilum og bara, you are yes, hello, Carlos blessa, ok, sit down ok, settst niður bara tilbúin í þetta bara, let's go og hann eitthvað, yes, ok, hann horfir svona inn í augunum bara all tíman ok, you know, this is not vacation eitthvað, nei alveg ok, kom ok, fuck that og við förum inn í einhvern bíl og ég og félaginn minn bara með einhvern bakbúka eitthvað trúðum okkur inn í einhvern bíl, sko, svo lata sportið eitthvað, bara heinurill bíl og hann setur fram í okkur gaur að keyra og við erum bara að keyra inn í frumskóin bara inn í the deep end, sko og við erum bara í 2,5 tíma og stoppum tvisar og færum okkur bíl, ég veit ekkert okkur, bara erum eitthvað staðar og bara stoppum við eitthvað, we have to go ok, förum út eitthvað ok, we go in this car ok, sami bílna, bara annar driver ok að fara á milli og svo allt í rauðu bara komin bara einhver staðar inn í bara hjarta frumskóðins þá fer hann með okkur í gegnum settið bara gisti þið sem sagt, svona lítið hött sem basically bara, þú veist, úti þú veist, og svona flufftjald eitthvað fyrir og þú veist, við bara, ok eða þú veist, hann sagði, eða þið getið gist bara í sem að ceremoníunar eru, skilur þið getið bara verið með dínogólun þar, þá eru þið ennþá meira exposed, sko þú veist, það bara þak og svo ekkert annað eitthvað mitt og svo bara það ekkert rennandi vatn, það ekkert rafmagn þannig að þú veist, þið baðið eitthvað bara í ánni og við erum með vaskút hérna á bakvið ok, svo ein máltíð á dag bara smá hrísgrjón nokkrar baunir 4 slæsur af gúrku og 4 slæsur af gulrót og svo bara vatn 1 vasklas, bara þetta eina máltíðin bara að hinsa og fuck maður, ok hvað, við erum fyrir inn í 10 dagar, sko Við erum í 10 daga þarna? Ætlum að gera þetta 5 sinnum. Ok. 4 með 5 sinnum. Og við bara eitthvað, ok, let's go. Bara party on maður. Og svo hann eitthvað að fara með okkur, sýnir okkur ána. Og bara svona brún, skilur upp, bara gruggug. Bara Amazon áinn, sko. Og við eitthvað, ok, baði ykkur og svona labba. Ég var alltaf, hvað hellustu kóngulóðin eitthvað, þú veist, það í fucking kvikindi út allt hann í kringum heyrir allt, sko, heyrir bara öll fuglaljóð, bara öll dýr og apar og heyrir allt, sko, og það stoppar ekki þessi ljóð, sko, stopp ekki og ég var alltaf bara, hvað það hellust, bara ljón eða, þú veist, hvað jagúarinn eða eitthvað, hann bara, nei, bara allt, það ekkert svona hann sagði, þessi maur þarna ég bara, þessi maur, bara eitthvað, hvað mér hann eitthvað útskýra fyrir okkur þessi maur væri, sko, hann býtið úr döður til korter ég bara, hvað meina Hvað það segja? Bara, þú veist, hann segi, sjáðu litlu maurna þú veist, þeir gerir ekki neitt, það bara vinnumennir og svo svona herrmennir, svona stærri gaurar þetta voru svona fucking gaurar sko. Og hann segi, þú veist, hann var að sýna ykkur sko, bara þið verða að drepa og nota skóin sko, þess að drepa á þannig að hann var alltaf að færa nær og nær sýna ykkur svona, hvar svona, þú veist, hvar distance sko hvar bara minnst mögulega fjarlæðin sem þið megi vera Þannig við vorum að labba svona bara ok, þið sjáðu, svo bara allt í hennu bara snýrið þessi við og hann sagði, leiðu þessi nú sem við og koma að ykkur, þá verðið þið að drepa af því að annars, þeir drepa ykkur þeir stoppa ekki fyrir þeir bara búin að býta þig sko. Og hausinn þeirra bara dettur af, þú veist, þeir eru bara og ég fór ekki tilbúin í þetta, skilur og hann tekur stífveli og fucking drepur gaurana bara, tók alveg á og svo er þau bara, ok, gegja maður hann eitthvað, ok, þá förum við hérna upp í tjald, ok þið ætlaði að drekka hennan tóbaksdjús já, alright nice. Það var bara eitthvað svona bolli fullur af hverju tóbaki bara blautu tóbaki
og þetta bara, ég myndi ykkur bara, þú veist, taka, þú veist, karton af sígarettum og bara svona einhvern veginn bleita og hnoða djúsin úr því, sko, alveg eins. Og ég gönnaði þessi í mig, bara get beist og bara fann fyrir bara, og ég og vinur minn líka og hann líka og ég ok, hvað nú, nikotínsjokk, eru bara að vera eitthvað nikkaðir hérna. No, okay, now you have to drink 8 liters of water, you have to puke. Ég fyrir ekki I have to puke. Yeah, it's very dangerous. The amount of tobacco you took is very dangerous. Okay. Var engin disclaimer fyrir það, sko. Nei. Bara, ok, let's go, bara, drekka mat, þú veist, bara, næstu spítali, skilur 10 klukkutíma burtu. Og við vorum að drekka, ég held að ég drukki svona 5 lítra og þá náði ég að æla eitthvað, þú veist, og bara spúaði út. Og hann, og einhverja fötu, og hann að checka fötun í einhverju ljósi. Hann no, you have to drink more. Finnur ekki brúnavökan, sko. Já, ok. Ég sést bara, við erum að drekka þetta, hreinsa magan, og svo ælis út. Áður en það var seint. Shit. Sko. Það rosalegt. Vinur minn náði 8 lítrum, sko. Ég bara get ekki ælt. Ég sagði gaurinn bara, láta fá hann á skot. Hann fekk það, bara 8 lítrar út. Aldrei liða vel eftir það, sko. Þið þá bara í ykkur bara svona þarna og allir bara... Já, málega, sko, þetta átti að vera, einmitt, og það er sem ég glemdi að segja, þetta átti að vera 14-15 einstaklingar í þessu retreati, sko. Við vorum bara 1-2 sem voru ekki í þeim hóp. Já, ok. Þau beiluðu öll. Það er bara, komist ekki, en við bara endum að vera bara 2. Shit. Bara í heilur í 3, bara 2 með þessu gaur. En við fengum bara geðveikt mikið bara passa upp á ykkur. Já. Bara ógeðslega bara mjög næs. Það hefði verið allt öðruvísi upplifun að vera ógeðslega mörg. Já. Við fengum rosa mikið bara one-on-one með honum, sko. Hann var bara að fara með okkur gegnum allt, sko. Eins og þetta, geggju upplifun, sko, ógeðslega fyndið og við vorum bara hlæjandi og svo voru við, sko, að því að það var ekkert rafmagn líka, sko, þá voru við með, sko, battery packs og eitthvað, þá voru við með tölvuna og eitthvað og búin að downloada svo mikið af Joe Rogan podcastum hann að tala DMT og eitthvað þannig að, þú veist, eina sem við gerðum á daginn var bara að liggja í einhverjum hengirúmum, sko, og bara passa batterið, sko, í símum og svona, hlaða það í tölvuna og síðan í batterypakkina, en við náðum alveg nokkru dögum á batteri og svo voru við bara að hlusta á eitthvað Joe Rogan og borðaði 1 máltíð á dag og við vorum með smá hósta líka og hann sá það saman, sko, og þá segðum við ykkur, þeir með eitthvað smá hósta eitthvað, já, við vorum í hérna Inga-trailinu, sko, fórum alveg upp í 4800 metra hæð og vorum að labba, svona háfjallaviki bara, en þetta er bara svona íslenski hóstinn og skýt saman bara. Og hann ok, herru, ég er með smá meðal fyrir því, sko, síðan að kem með á morgun. Bara, bara vöknum við fyrst að hann gal og mætum og hann kallar á okkur og við förum til hans og ára nefnt komum með eitthvað svona glundur í sama bolla eitthvað, eitt fyrir því og einmitt no disclaimer, sko. Það kemur eftir á. Það kemur með þetta. Við gleymum því náttúrulega bara, ég tók í dag og það er svo bara stíplöðir og fucking bensín og það bara lyktaði eins og þetta bara lyktaði hræðilega. Fór ógeðslega erfiða niður, ég bara stinga og ég bara, félagið minn tók þetta líka og hann líka og svo segir hann bara, okay, for 5 minutes not so good. Hvað meinar þau? Og þá bara lokaðist öndunarvegurinn og bara nei niður og vinur mig líka leiktumst og hann bara náðum ekki að anda og meðan hann stóð þarna og hlóa okkur gaurinn og hérna, svo bara 5 mínútur setna og bara eins og ekta gest og ég bara komum tilbaka, bara hóstinn farinn og hann segi, this is gonna give you power for 3 months og ég bara af hverju er þetta ekki til í apótekunum heima? Þá fatta ég, það nennir enginn í fyrsta heiminum, sko, að vakna á mótna liggjandi í fósturstellingunum á mótna ná ekki anda krakkar, er eitthvað smá slöpp nei, ég gúr en þetta svínvirkaði bara í 3 mánuði eða eitthvað eftir og ég bara þurfti í kaffibolla, ég bara vaknaði og bara geði ykkur og bara rugglað, sko, það bara rugglað dæmi alltaf, og hann sýndi mér, ég spurði hann hvað er þetta hann sýndi mér þetta bara leit nákvæmlega eins út og Engifer, en hann var ekki Engifer sama fjölskylda greinlega allavega, svo kemur að stórstundinni og það var allir búin að segja eitthvað, þú veist, þetta er ógst, þetta bragðið og eitthvað, þetta var gott að bragðið með tóbaksdjús með við þetta bensínglund þá var ayahuasca bara, þú veist, ég fann ekkert fyrir því en það var ruglega, ég hef aldrei gert neitt svona, aldrei upplifað neitt svona þú veist, psychedelics og manni fer sko fer inn sko með það heim með tögafar, bara stressaður sko og svo endar með því að ég gaurinn við erum bara 3 bóndi á næsta bæ á með okkur, ákveða að vera með
og hann kallar á mig og byrði mig að koma og segir bara hann var einhver indjána örgli sko, allur út í föðrum og ég bara eitthvað ok og mann tók bollan sko og ég var bara svona ok þetta sniðugt það var bara fyrst skiptið í allir ferðinu og bara á ég að gera þetta svo bara eitthvað kom einhver svona lítið rödd bara fuck it ég bara shit búið ég bara geti ekki gert neitt með hana og svo bara horfði ég að vinmunum bara no turning back núna þetta tímuna bara fuck hvað ég búin að gera svo bara eitthvað klukkutíma seinna þá bara ekkert að gerast og Carlos eitthvað þessi ringi og eitthvað þú veist bara með eitthvað allir í hvítum klæðum og hann að blása eitthvað svona reykja eitthvað tóbak og blása eitthvað anda yfir mig og ég bara fíla þetta svo bara ég finn ekki neitt sko ég segi bara Carlos þetta er nada hann eitthvað ok kom og bara neglir í annan ok svo hefur maður heist svona sögur af fólki þú veist sem er svona kannski að taka ykkur eiturlyf sko taka pillur eða eitthvað pillur fyrst er ekki að kikka komum klukkutími já svo allt í bæn nákvæmlega eins ég eitthvað gannunum í mig svo bara wow bara sko 10 mínútur seinna er ég bara fyrsti bollin að koma sko shit það er bara ok þetta verður ferðalag sem þetta svo sannlega var sko og síðan bara gerast hlutir sem ég er búin að lofa Arnari að verði í við ætlum að gera áskrift að þátt ok svo bara gerist fullt af hlutum sko og óksla flottum geta alveg talað það en ég er bara búin að lofa sko ekkert mál en það er bara upplifunin svona þú veist bara ekki svona farið aðeins í vissulega þú veist þetta var bara eitthvað svona þú veist ég man bara eitthvað að byrja bara til að segja svona hvernig það gerði bara hvernig byrjunin var þetta kikkaði inn sko getur að sagt það að þá man ég sat sko og var bara alveg lokn úti og svo bara kemur bara svona vindkveða frá aftur og ég bara eins og það væri einhver að hlaupa framhjá sko og ég bara halló ég bara hvað er í gangi maður og svo og ég man bara ég hugsaði bara shit ok það eins og það væri eitthvað að mæta sko og bóndin var þarna núna á þeim tíma sko þá var bóndin bara þú veist búin að fara út með eitthvað vasaljós og var að pissa eitthvað starfinn úti þannig heyri ég bóndan koma síðan aðeins stuttu setna eftir vindkvæðan kemur svo kemur bóndin og labbar og ég bara shit maður eitthvað svo skrítið í gangi sko hann labbar svona og ég sé hann labbin í rýmið bara með honum eru bara svona öll formin svona þríhyrningur ringur kassi bara í öllum litum bara svona geometric forms sér svona þú veist, og bara mjög skrítið, svona grunnformin bara mætt, og ég, hvað er þetta? Bara eltu hann einhvern veginn og fylltu rými og ég bara, wow, bara allt í einu byrjaði, þú veist, alltaf fara að dansa upp og niður og gólfið að vera mjög skrítið og þetta er svona, bara alveg massíft svona, bara, ég að trippa, sko, og man ég horfði á vin minn bara, og hann var einmitt öfugt, sko, hann bara ekki finna neitt, og ælandi og bara drepast bara, og ég eitthvað, já og mér fannst það að vera svo langt í burtu hann bara leiði með mér sko og ég var að kalla á hann sko hann eitthvað, þegja ég er við hliðina þér sko ég var görður með 10 augum maður alveg ruglað svo manni bara kom bara eitthvað græn kona inn í rýmið bara ég sá græna konu, lappin í rýmið bara setti mig niður, ég læðist kjöldin á henni bara setti hendin yfir hausnum svo bara slöfnum við þessi sko og þá fór ég bara ég neðar að vitt bara já, þá byrjaði trippið sko þetta hljómar alveg rosalegt sko og þetta var það sko svo bara er mitt tilfinningaskalinn allur sko bara upp og niður, fram og tilbaka ég gerði þetta 2 sinnum fyrra var rosalega gott ég fekk að sjá mjög góða hlutum sjálf á mig og alltaf svona hlýja og fallega í lífið mínu svo gerði þetta 2 dögur setna þá var það basically bara polar opposite sko bara rottalegt sko bara einhverja dýflísur opnaðar sko en einhvers sér mjög lærdómsríkt sko og holdt og gott eins og ég segi sko upplifir eitthvað frelsi eftir þetta svona já, bara 100% sko bara, ég var í alveg einhverja 2 mánuði eftir að einhvern veginn fara í gegnum svona grunn tilfinningar ég upplifaði bara get skrít að segja þetta en ég sko upplifaði bara frekjukast og bara reiðiskast og bara svona hysterískan grát en ekkert alltaf á sama tíma sko og afbreyðisemi
og svona, ég bara upplýði bara hverja tilfæk sem ég, þú veist, var vanlega ekkert upplýða upplýði þetta bara einu sinni gett massíft og þá bara eins og líka mér segja bara svona ok, nú veistu hvernig þetta þarf ekki að þið halda Lossið sig við það bara svona eitthvað, búið með þetta ég bara, já damn, og það var rosalega svona bara ég fann það bara, bara, og þetta var einhverjum 2 mánuðum eftir sko. Það hélt bara áfram sko. Þannig að þetta bara svona rússibani að fara í gegnum þetta bara algjör rússibani sko. Og einmitt en ég mæli aldrei með þessu menn fyrir neitt Nei. þarf að kalla á einstaklingin sko. Það segja ekki, þú ætti að gera þetta þú verður að vera að opna nýja vitt fyrir þér mestarinn sko. Svolítið sko þú ert ekkert eins og Joe Rogan bara að tala þetta út allt og... þú veist, nei, ég er náttúrulega ekki að tala upp frá minni upplifun sko. En ef einhverju spyrja mig bara á ég að gera þetta þá bara ég veit það ekki sko. Þú veist, þú verður að finna það sko. Fólk talar að þú veist, þetta er plantan kallar á því sko. Svo bara einmitt heldur lífið áfram og ég fyrir lengstina og rokka hana núna maður púsla mig saman og kem aftur inn og Varstu byrjaðar á snappinu þarna? Ég kem úr ferðinni og einmitt fæ þá þessa hugmynd í hausinum sko. Þá var ég búin að vera með Snapchat og byrjaði að sjá stories fylgja gaurum úti sko. Og var líka Vine og undan því Þú varst á Vine? Auðvitað Þannig að voru margir af Vine sko, sem að flyktust yfir á stories og byrjaði að gera stories á Snapchat og ég var, þú veist, var að fylgja mörgum af þeim frægum einstaklingum þar yfir þangað og enda síðan með því að ég fæ bara þessu bara það er enginn að gera þetta en heima og ég var í 12.0 í Vestló þannig að það er einhver sketsadraugur í mér sko. Og ég byrjaði bara eitthvað fuck it byrjaði reyndar aðeins á undan áður en ég fór út þá var ég aðeins byrjaður að gera eitthvað svona sögur bara fyrir, þú veist, bara mína fylgjur 25 30 svo gera eitthvað tímann ad phonebook þá aldrei sögur bara viewin fóru bara á 30 yfir í 150 það bara gerði ad phonebook og þau hafði bara adda mig tilbaka og aldrei er svona margir að horfa maður 150 manns ég er á litli gæin þetta hefi í metna og þetta var jólin mér þess að sko bara ég fer út í febrúar jólin þá er svona aðeins byrjar að neglin metnaðum sko. Svo bara held ég áfram eitthvað aðeins að þú veist snappa eitthvað náttúrulega úti sko en ekkert eitthvað mikið eiginlega voðalega lítið sko kemur síðan bara heim og þá kemur þetta opportunity sko og ég fatta bara að Jerome Jarr kom einhvern tímann fyllti bílastæði í Kringlunni það var allt vitlaust af krökkum og því hann sagði bara ég verð hér bara algjör drögg og svo kemur vinur hans þarna setna og gerir þetta sama, ég er að fara að vera í Kringlunni og hann sagði bara, þetta saman er að gerast þetta er mitt inn í hennar leik sko. Bara krakkar, svo mætir 1.93 með svona pappaskilti bara addi mér á Snapchat sem var á móla, ég hugsaði bara þetta verður bara allir fjölmiðlar landsins verða þarna og ég er að fara fucking make-a 0-1, búm öll followin, skilur ég hugsaði bara, Kringlan er að fara að fyllast þegar ég maður að skreita eitthvað pappa gunn upp í Kringlu og enda sé mig því að það mæta 4 hræður Jesús gaurinn hann eitthvað í Nova bara eitthvað hey man, eitthvað Chris Carm og ég er eitthvað, getur við gert eitthvað story eitthvað þú sést að hitta mig ok ég var eitthvað draumurinn alveg að deyja hérna sko herru shit, hvað dróð maður Kringlunni með eitthvað pappaspjald hvað er að gera konan gett eitthvað rooting for me bara, gerði þetta bara koma, ég er í leikari, skilur ég er í leiklistaskólanum, skilur allt þetta snobbliði, skilur sem er eitthvað að borra rökkbrauð og pæli listinni eitthvað ég kom inn í Kringlunni eitthvað hot út einhverju follows svo man ég bara, fuck, herru þetta er ekki að virka maður, svo bara eitthvað, ok ég prófaði einu sinni, ég bara fór hérna á MBL eða Vísi og fann bara yngsta gaurinn eitthvað, fór bara eitthvað starfsmenn þetta er eitthvað svona ungur og nettu gaur skrifaði post fyrir hann, gaf hann nokkra sögur sem ég var svona, ég ánægði með þessar hérna sem ég hef búin að búið til senda hann 2-3 vídeo og sem skrifaði byrst bara fréttinu sjálf á mig hann bara neglinum, bara búm, stæsta Snapchat-stjarnan landsins og bara fucking 2 blaðsíður og viðtalið mig og myndir og fucking 2 vídeo og búm, daginn eftir 1000 það bara búm, ok, no turning back fyrstu 1000 beint í vasan, svo var ég að vinna mér inn sko, svo man ég 1000 viðbót tók alveg hálft ár sko
bara alveg grænda sko. Og fyrstu fylgjörnir voru með bara trial and error sko. Ég var bara með klukkutíma stories sem ég bara negli öllu, bara prófa allt bara þessi filter engin viðbröð, þessi segja öllum að horfa á þetta, bara horfa á allt það finnst gott og svo bara exaði út, bara þetta virkar ekki svo bara stytta söguna, stytta ég bara nýsið, bara ok, þetta er að virka bara halda því áfram og bara, og þú veist, það var bara vel bara ég og Snorri Björns og bara bara fáum borga fyrir þetta bara ég var mér manni lita mér hárið var ekki fjólblótt? Ég bara allir litni, fjólublátt, silfurlita, rautt á einhverjum tímúti, sko, blátt svo bara, þú veist, Seal Solstice bara, ég ætla að sjá hann snappið fórst þú bara sjálfur, ég ætla að sjá hann snappið bara ég bara þau báðu og ég var að gera og bara næs og fá vinnu og bara þú veist síðan var þetta bara vinna mín, skilju síðan var þetta vinna mín og ég bara setti sjúka metna í þetta og ég bara gerði þetta bara all in, alltaf, þú veist, það bara fór ekkert inn hausinum mér, Snapchat, sko og sögum bara, þú veist, píkaði í 36.000, þú veist, áhurum þeim tíma sem var alveg massíft það var rosalega það var við nóvast, sko og þá man ég að, ég var bara eitthvað svona, ok, bara náði einhverjum hápunkti en á saman tíma bara, ég gjörsamlega brann út, sko, ég var að toppa það er að toppa fyrir að dóti, sko Hvernig fór allir þessi athygli í því? Bara mjög vel, sko, svolítið eins og ég segi, partur af leiknum, sko málega, ég hugsaði bara, ég er að vera leikari nummer 1 og 3 hugsaði þetta bara, ég er að vera leikari ég var ekki mömmu sem er, þú veist, leikona hún er bara snýstifræðingur, sko þú veist, já, pappa sem er ykkur, þú veist svona fyrir smá glæbón eða stór glæbón og síðan, bara rafvirki satt inni og svona en, þú veist, þannig að það var enginn í minni fjölskyldu sem átti, þú veist, eitthvað leiklistatengt bara ykkur ljóða sem er, þú veist, Wait on the Lawn það var ekki klíkuskapur allir sem voru með mér í skóla, þú veist, ekki að segja að þau sé eitthvað út af klíku þau eiga kannski svona auðvöldar að skref inn í heiminn sem þau eiga foreldrar sem er leikarar eða, þú veist, mömmu sem er leikarar þú veist, eitthvað svoleiðis þannig að, ég veist bara, þú veist, það veit ekki hver ég er, skilur nafnið eitthvað starf þetta væri mitt inn og svo fekk ég rosalegt baklags líka frá náttúrulega lista-elitinni, sko, bara þú veist, og margir ennþann þetta halda bara að ég sé silur, þú veist, að ég hafi komið, ég fór í pröfur fyrir allt sem ég hef komist inn sem leikari, sko það var ekki bara eitthvað fáum hann í rauninni eina verkefni sem ég fekk á fullu vasar sem var bara eitthvað snappari fá á vjúin inn Svolítið hugmyndin af því eða ekki fá ykkur áhrifavalda sem leikar, sko Þetta hljómaði samt eins og þú grænda bara helvíti mikið til að ná þessu, sko og sem að bara það uppskar klálega, sko nafni var vinsælt og þekkt og allt það og síðan byrjaði bara, þú veist, leiklistin að taka meira við og þá, þú veist, dvínaði hitt í rauninni þá hefur hitt bara svona verið svona mæta afgang í dag og ég hef ekkert verið að fókusa á þannig ég er einstaklega sinnum eitthvað og svo stofnaður útvarpsstöð útvarpsstöð og símafyrirtæki sambandið það var 101 sambandið það var koma á tímabili Varst það jeppi við þar? Já, manía Þú hefur prófað mikið að hluta satt Já, ángríns það er svona, ég var að hugsa það tilbaka svo náttúrulega veitingastað hann líka þarna í fyrra Hvað veitingastað? Já, stund, við vorum maður við vorum maður hvað í fyrra dag og hvað, fengum ykkur eitthvað? Já, þannig að orkugrautin Tóta dróð okkur þarna veislan og þetta er alveg fucking gott það var núna á þriðjudaginn sem við fórum og það var bara sko, fá sér eitthvað hafragraut með ykkur, já svona, ok en fucking gott og þetta er ekki í síðaskið sem ég færði á okkur, sko þannig bara geði þetta heyra maður Tóta dýrkar þetta, sko það var líka manía, bara svo podcast útvarp og svo í rauninni það er eina sem að svo er svona dellukall líka, sko þú veist, ég fengi bara 1.000.000 dellur, sko surfaði á tímabili og það bara ekki Þorlákshöfn og bara getur öldum 7 mm þykkum galla varstu bara alltaf að vera næsti beinin löf eða? Við vorum saman saman, skilur, bara úti í sjónum það var eitthvað bóið við þetta, ég, hann og Heiðalóð þú veist, ég kynnist Heiðalóð almennilega í gegnum það ég læri þetta náttúrulega í heimsreisunni þá læri ég að surfa, bara stuttbuxum
það með ekki að senda sko sveittur sko ég ekki tjóka, það er bara það er sána sko það er næs sko þetta er gott líka hitakleifin sko þetta er eins og ég þarf alltaf að fara í sturt eftir tökur sko það er bara partur af programminu ég grís alltaf ég elska það sko en út af stöðun enn í gangi ég hlusta ekki já, það er ennþá í gangi sko það er bara það búið að vera ég ekki búin að vera svo var þetta, við erum framleiðslufyrirtæki líka við erum búin að gera sjónvarpsþætti eins og æðiþættirnir þið með það? Já, við erum að framleiða það vel gert maður, ég er búin með alla æðiþættina sko já, geggjað ég er búin að horfa á það líka þeir eru líka með sko Bibba flýgur, það var undan því svo við höfum gefið út nokkur þetta svo gáðum við út einhvern annan maður sem að ég manni hvað heitir Jóhann Kristóður og hún að ferðast eitthvað um landi ég er með hugmynd ég eppa kalla Ronni dett í það GoPro á haustum okkar sjá bara svona 7 daga hafið þið hugsað, ok, nú er þetta spyrir ykkur hafið þið hugsað, ef þið einhvern tímann, þú veist, eru þið búin að hugsa svona rílapsi er ykkur starraðna eða ætlið bara ekki að rílapsa sko planið er náttúrulega að rílapsa ekki aftur það er bara alveg við erum að reyna að gera allt til að rílapsa ekki 100% eftir söguna sem ég heyrta ykkur sem þið sögðu þarna en daginn alvöru djam sko en ef það myndi gerast þá er áhugavert að hafa GoPro sko mynduð þið hugsa þá, við erum svona fuck, ég dottin í hann GoPro já, þú veist við getum selt þetta eftir ár því ég er búin að taka 2 með við getum selt þetta efni eftir ár sko. maður myndi hugsa að hvort þið er allt í fokki já, ég myndi ekki gera sko það væri svolítið mikið hann er svo mikill klámhundur sko já, þegar ég detti það sko ég er bara ef ég er vakandi 7 þá fara í alvörinu 5 dagar af því að horfa á klám fuck, mýma ég er ekki tjóka, ég sitt bara í tölvustólunum ég er bara 1 og nýtt næsta síðan svo er ég bara þú er bara að hakka klámið þetta er bara eitthvað ógeðslegt já, svo djúpt ógeðslegt ég get sagt, veistu hvað bumfights er? já ég sirka komið þangað til að ná hann upp í bumfights? Nei, já, þú veist ég hef komin helviti djúpt maður hugsa líka bara búin að vera 5 dagar skilur þú hlýtur að koma í ykkur á baksi þú getur byrjað kannski ég er alveg, þú veist, ég fíla alveg rough shit sko svo þú byrjar, þú ert alltaf meira sko þú ert bara orðin viðbjóður næstu sko kókain brengla líka heilan svo mikið sko maður er farin að horfa á bara eitthvað kjaftaði bara eitthvað golden shower gangbang og þú veist það verður alltaf meira sko en hann er alltaf talsmaður Golden Shower í Íslandi sko. En svo einmitt kemur, þú veist, það kemur þetta þú veist, fyrir mér væri Golden Shower það væri mjög basic að horfa á það af hverju? Og það ég var í íþróttum ég var að pissa á alla það voru að pissa á mig maður eitthvað gaurastemning sko byrjaði að snemmi í Golden Shower 100% og maður var bara eitthvað, þú veist, svo var stundum tekið rafmagnið sko á vetrinum vetur það var í gamla klefunum í valseimilinu svo bara hefi gamalt stöf sko bara voru ykkur fram, neldi ljósnum að og bara alveg myrkur og svo var þetta eitthvað wow og maður eitthvað fuck svo kom ykkur deng bara 6 gurar nei tveir upp á stól og eitthvað og bara það er rosalega rugl sko en þú veist svo bara var ég einhvern veginn í sturtu með Hildi bara eitthvað þú veist í byrjun samband svo eitthvað og ég bara mega hana og hún bara áfall og ég bara þetta býtu sorry ástum mig þetta er mjög skrítið þetta er ekki lægi sko nei þetta er alveg virkilega að taka mánunum sko svo fer ég sund vinnu mínu skilur þetta er í dag skilur ég bara vona að sé enginn að horfa og svo bara eitthvað mýg á hinn og sétt þetta er óslega gul bunna hún sérst á þessu hvítu flísum og maður eitthvað þetta er líka bara smá piss maður þetta er bara gauradæmi sko þetta er algjört gauradæmi en við förum bara full on í leiklistina þú veist hvað eins og með ófærð færðu bara símtal frá Baltasar bara nei ég fæ bara basically það er bara bekknum sem ég er í bara bóðið að koma í pröfu það er bara eitthvað herru hvað vantar þetta bara einhver leikara og það er bara herru bara sendi þú veist ofta er líka bara eitthvað leifa leiklistarnum að prófa að fara í pröfur og svona bara eitthvað fara í pröfu og við fórum og nema þetta er náttúrulega góð saga sko því ég fer á undan þessari pröfu og fyrir ykkur aðra pröfu sem var bara fyrsta pröfa mín þá vorum við líka bekkurinn að fara og þá var ég bara inn í pínlítið herbyggi ógeðslega heitt, ógeðslega erfið sena og ég bara, og það var bara einhver framleiðandi með hundi sinn sem var að gelta á mig leikstjórinn sem var bara eitthvað að horfa á mig og ég átti að leika móti ykkur konu sem var að leika 3 ára barn ég bara eitthvað og ég var að leika svona tæpan gaur skilur sem var eitthvað svona hvað er með mér eitthvað þú veist, ég er bara eitthvað þú veist, ég er bara eitthvað leiklistinni hvað er ég að fuck gera hérna og hún bara eitthvað, herri já, bara gjör svo vel
ok, við komum inn og þá bara framöndið byrjaði bara, já, einmitt bara eitthvað og svo bara, fuck skilur, og bara, hei, góðum við mér og það var ógeðslega skrítið, ógeðslega erfitt bara eftir þetta væri bara ég var sem bara, ég var svo pyrraður ég var bara, þetta bara, fuck this ég hata þetta aldrei aftur og ég bara, þú veist, bara var svo reiður og þetta var svo óþægilegt þetta var svo mikið eitthvað svona ég að vera vulnerable eitthvað og bara eitthvað svona, þú veist, slá mig á mig bara, frekar tekið 10 lítra pissi, sko any day of the week með strákunum, sko þannig að svo kemur bara aftur önnur pröfa, ófærið Baltasar og eitthvað ófærið 2 og ég eitthvað, fuck, já maður fuck, nei maður aldrei, og eitthvað, allir strákunir eitthvað, já, að fara eitthvað já, ok, þú veist, ég á bóðið líka þannig að ég eitthvað fæ handritið og svo bara 20 fyrir eitthvað, þá ég bara nei, fuck it, bara bela þessu, bara glemdi þessu bara ekki sens, bara hringi Hildi bara, ég bara búin að taka ákvörðun, ekki þetta hún eitthvað, bara reyna að tala mig til og nei, ekki sens hringi mömmu og ég hringi bara alla og segi bara, ég er ekki að bara glemdi ég bara fæ eitthvað öðruvísverkefni bara eitthvað tíma að bara, ekki sens svo hringi ég einn vinn minn, ég segi bara, ég er búin að beila þessu bara, ekki sens, og hann bara, ha? Hvað meinar og hann bara, ég bara, nei, gauð, þú skilur ekki bara, ég er mér skít sama, hvað var þetta fucking upplega, sko, og bara, nei, tekur ykkur að fucking lokkar ræða á mig í gegnum síman og segir bara, veistu það, fucking mesta sem þú færð er nei, það er bara nei, það lítur nei, bara bless, farðu ég veit, góð punktur vissi það samt alveg, þú segir svona, sko það bara, ef þú fucking gerir þetta ekki, hann bara hætti að vera vinið, sko, þú veist, það er bara, þetta er mest aumingiskap sem ég heirt á ævi minn, sko, og ég, fuck it, ég ger það bara og ég gerði með það og svo náttúrulega bara byrjaði kvíðin þetta er einu skitt sem ég hef verið bara alveg proper, bara stúpid kvíðin sko. Og bara, þú veist, kófsveitur maður var í bílnum fyrir utan bara eitthvað, reyna að muna línunar bara byrjaði að gleyma þeim bara flökurt og eitthvað fer hann inn, eitthvað, Selma Björns að taka mótum mér, Selma hæ, eitthvað, hvað ég er að fara að lesa mótið fuck, 2 myndir að læra það var með eitthvað 2 karaktera, ég gerir fyrsta karakterin þetta var eitthvað harður ok, fyrir mig hinn gerum einu sinna hinn ok, svo bara byrjaði þetta ég bara alveg tjókaði, sko, svo manni bara ég segi hérna, sem ég mjög ánægður að sjálfum mér hafa gert, ég bara eitthvað löðurandi sveittur bara, herru, hérna ég bara vil segja því hérna, ég er bara ógeðslega stressaður, sko ég er bara að drepast og kvíða hún bara, nú, ég alveg, ok bara, herru, slökum að sjá ok, þetta vatn, já bara, eitthvað fann bara vatn bara, skil alveg að deyja, sko hún bara hugreisti mig og bara, þú veist, tala ekki vel við mig og bara, þú veist sem bara, ekki bara lesa þetta yfir blaði fyrst þú veist, ég kann þetta, sko alltaf lest yfir og bara kemur og ég bara, ok, svona átt að vera, skilur bara eitthvað geðveikt þægilegt svo bara var ég eitthvað svo tjúnar að eitthvað, en samt svo rólir og hún bara, herru, prófum þetta nú svo bara gerði þetta og ég bara labbaði út ballana, þú veist, ég bara, ég sátur, sko næs og svo ég bara eitthvað, ringi ég og segi bara, gaur, takk maður, takk fyrir að peppa mig, ég gerði þetta, en þú veist, ég er aldrei að fá þetta, skilur, en ég bara það var bara geggja upplifun og ég er alltaf ekki hræddur við þetta lengur og svo bara fæ ég símtal sem bara, herru, þú vilja fá þig það er ég bara, nei alvöru, bara ég já, ok, betur, er þetta bara lítið hlutverk eða? Nei, þetta er frekar gott hlutverk og ég bara, já shit, og bara lesa handritið bara, shit, ég er stórt hlutverk þá bara byrjar þessi almennilegi svona þú veist, þá byrjar þetta svona bara, þannig að ég bara, ok þetta er svona mitt inn Er þetta fyrsta svona alvöru hlutverk? Fyrir utan var svo undan, sko þetta er fyrir utan það þá, já, sem sagt fyrsta alvöru hlutverk fyrsta alvöru hlutverki Hvernig var að vinna með svona gauðir svo Baltasar, þú veist það var ótrúlega, sko, fyrsti tökudagur minn hann var líka, sko, það var svolítið ruglað, það var hérna og senan það sem að ég er að koma inn í fjós og allar kindurnar eru döðar og ég er að leita móla hundinu mínum móli og ég er komað inn í einhverjum geðsæningu og kalla á hann og eftir mér eldir, sko þau eru að elda mig Ilmur og Ólafur Darri og þú veist, þau eru að elda mig inn og eru með senu með mér eitthvað svona smá dramatísk sena og meðan Balti er á kamerunni, sko ég var bara eitthvað, ok bara starstruck já hvar er ég og það var einmitt líka mjög gaman að vinna með Balta, sko hann er ótrúlega góður, sko leikaraleikstjóri, hann er góður leikstjóri fyrir leikara, sko af því hann er leikari sjálfur
hann veit hvernig hann getur talað við leikara, svo leikari skilji þetta, við erum með svona ákveðið tungumál og svona ákveðin hugmyndafræði sem við kannski, við erum búin að læra þetta heima, bara ákveðin hugmyndafræði sem allir þekkja og það var mjög næst, ég tjókaði bara í fyrstu tökku bara svona velmenni ég leika allt bara svona no bullshit maður sko, hann bara ok, þú stífur allæg, bara gegja minna stífur, ætlum að gera þetta aftur og sagði sér einhver orð, prófa þetta hugsaði svona, gera þetta hérna ready, ég bara, já, makes sense ok, prófum þetta, hann bara, miklu betra gerum þetta aftur, og bara rest is history sko, það var svolítið svona bara þú veist, þetta er einmitt bara, þetta er í rauninni Geðveikt bara Nýju líf, hefur þú séð það? Nei, ég var alltaf á leiðinni og svo bara, mér langaði að sjá það samt. Hvernig var að taka þátt því? Ógeðslega gaman. Þetta er besta sýning sem ég hef nokkuð sé. Þetta er svo ógeðslega skemmtileg sýning. Já, hún er það sko. Að ég bara, sko við fórum með fjölskyldan sko, við vorum bara orðurlaus bara. Er hún enn í gangi? Já. Okay. Þetta er bara, ég bara drulla mér. Já, bara með konunni, þetta er bara dreikt besta sjós. Ég er hættur, ég er ekki lengur sko. Þú ert ekki lengur? Já, ég hætti fyrir ári síðan. Það bara hentaði mér ekki lengur sko. Passaði ekki alveg inn í mína rútínu svona, en ég verið rétt náð þér. Já, þú náði mér, já. En þetta var mjög erfitt að hætta sko. Ég þótti óendanlega vænti með þessa sýningu. Þetta hún er svo góð sko. Hún er geggjuð sko. Ég skrifaði bara sérstaklega hérna bara til þess að ræða þetta sko. Hvernig er samt eins og að vera munurinn að vera leikari á sviði eða eins og í bara tökum? Já. Þetta er, sko, aðalmunurinn er... Síkka, þetta er leiðileg spurning hjá mér. Nei, samt, þetta er alveg góð spurninga, því að aðalmunurinn er í rauninni, sko, bara, þú veist, ég er að muna bara klukkutíma, bara 3 tíma sýningu. Já. Það er að muna allan texta og plasa. Bara í einu. Í bein, sko. Já. Bíó, kannski læri ég smá, hverja senu, og þú veist, get gert það 100 sinnum, sko. Já. Og bara eitthvað aftur, og til ég bara... nú er ég svolítið sko. Þannig heitir svolítið bara, ég verði að negla þessa krefjandi senu í dag hún er bara að koma núna smá ég get ekkert eitthvað bara, getur aðeins bara koma mér í hana þú bara fara í hana núna maður er ekkert að hendi eitthvað kött bara upp á það verður ljóta rögnin sko. Annað eins hefur nú gerst í lengusinu sko, algjörlega, maður hefur heyrt margar sögur sko. Svo förum við bara hérna í Gerjón í afturhaldingu. Já, það er rosalegu karakter maður. Hann er mjög skemmtilegur. Já, þú komst með bara óvart í þessu róli sko. Já. Bara þetta er bara eitthvað glæpa hundur, þú veist. Hann er það sko og þetta er málega, þetta er sko, hann er svona hann ringir, hann talaði með mig eitthvað, segja mér frá þessu sko, ég var búin að heyra af þessari serju bara eitthvað, gáðu trailer 2016 eða eitthvað, leikinn trailer. Ég var ekkert í honum sko en ég horfði á hann og ég hugsa bara þetta er áhugastöf líka Haddi Gunni sko svona geðvitt góður leikstjóri, nísleikstjóri svona, ekki nís lengur bara, þú veist, en hann var með svona hann með eitthvað touch sem að þú veist hann gerir undir trénu, hann gerir á annan veg þetta er allt svona, bara þessar 2 bíómyndir eitt og sér eru ruglaðar sko og öðruvísi, þetta vegabinni menn og svo er þetta bara undir trénu, þetta er hund sem er uppstoppaður og þú veist alls konar rugg, skrítið geggjalegsturi hérna skemmtilegan haus, góða pælingar og svo er Dóri Djana sem er ennþá rugglaðir og ég er búin að þekkja Dóra bara eitthvað svona aðeins í gegnum hitt og þetta bara eitthvað í senunni svona og orðin mjög góð að vinna í dag þá var ég með talað um mig og segja bara, ég kannski með hlutur hvernig það er svona fyrir handbóltastjarna, varst ekki handbólta á Sningri? Jú, ég var handbólta fyrir handbóltastjarna svona turned rogue sko, geggja maður Nú vel, ég er bara gett til það, það er samt að koma í pröfu sko, tökum pröfu hérna og ég er eitthvað ok, svo mann ég bara fekkt í hennar og það bara svona verið skrifað fyrir mig sko. Þess ég bara, ég veit hvað Gurd er. Bara, ég þekki þessa típu, bara 100% og ég er bara heima bara, oh my god, jöfull langar mér að leika hann maður. Ég var að fara í pröfu og var shit, ég var að negla þetta, ég verða að negla þetta sko, og var ekki búin að fá, þú veist, ég er líka með umboðsmann úti og maður er að fá oft sko, fullt endastu pröfum að utan og bara sendir maður self-tape og svo ertu bara búin að gleyma þið sendir út svo bara pælir ekkert í ekki hlutverk og maður er ekki, ok, bara sendi út og bara gleymi því þannig var ég bara, ég verð að fá þetta fyrir pröfuna og gerum besta og þeir bara gegja og fá takit upp og hlæja mikið og stemming sko svo bara fæ þetta og ég bara, yes þá einmitt kemur svona svo byrjar bara, þú veist, byrjar ferlið þá var svona fyrir maður pæla í og ég ætlaði sko að koma mér í hróttalegt form fyrir þetta sko svo bara
var ég bara gett latur og nefndi þú veist, ég bara heldist eitthvað í mig, ég var svona, ég með svona frestunar sko, dauðans, með ADHD og ég var svona, ok, ég er alveg að byrja sko, svo bara, action, erum við byrjaðir fuck, með bara smá tussububbu og eitthvað svona, þú veist finnst þið að hann var að segja á hann sko, hérna að eitthvað róttilegt standa mér ekki standa mér sko. Ég er bara eitthvað 109 kíló og bara eitthvað blöbber sko. Sem að sérst að þetta sinni líka en sem mjög gaman ég hugsa bara, það er líka bara, hann er bara þar núna með hættum handboltanum og bara orðið rugglaðir sko. Ég sá það svolítið sko. Og ég hugsa bara, þetta passar hann betur núna svo hérna svo veit ég ekki, svo var þetta bara eitthvað svo var svo bara frelsið sem við fengum sko. Eins og ég og Steindi, ég held að það sé eitthvað sem er svo mikilvægt þegar maður er leikari og sérstaklega þegar maður er að vinna með fólki sem er að búa til eitthvað, skapa eitthvað sérstaklega þegar þeir eru búin að sjá heiminn fyrir sér í mörg ár, þeir eru búin að skrifa þetta kannski í 10 ára eitthvað, setja á þessu skilur og nú er loksins komið að stað ég er bara nýkomið með þetta og ég er að sjá þetta frá allt öðru sjónarhorni þeir eru að heyra ykkur nýjar hugmyndir en að vera opinn við þessum hugmyndum er líka eitthvað sem er mjög dýrmætt sko. Sem að er svona, þú veist, frá bæði vera opinn hugmyndir frá leikstjóra og leikstjóra einmitt opinn hugmyndir frá leikara þannig að þú veist, þegar ég og Steindi vorum saman það er óslega mikið, það er bara eiginlega, þú veist, það er alveg eitthvað af sinninu sem er skrifuð meira hlutin af henni er bara ég og hann að fokkast bara sem er dúkarhnífin eða því ég rækt á bakið á hann rækja bakið ekki að fokki fyndið ég og Steindi bara, gerum þetta þú veist, og bara hérna og það var einmitt bara, þú veist, senum búinn svo bara gerast eitthvað búinn svo bara gerast eitthvað það var líka í bílnum og alltaf ég og Steindi sko þá voru, þú veist, fengum við aðeins að leika ykkur áfram sko. Geðvikt svo einmitt er þetta bara að finna sko, veist, hann er mömmustrákur ég gaf honum það, hann er baksaðan sem við stimpluðum aðeins ég er náttúrulega Dóra Geira sem mamma mín náttúrulega forstjóri HSI sko í þáttunum og mín hugmynd var svona þannig að hún var alltaf að skutla mér í FH veist, á æfingar þegar ég var lítill við byggum kannski í Mosó eða eitthvað en það var bara alltaf eftir sko bara beint á æfingu ég var bara svona factory baby ég var gerður besti handboltamaður Íslands var síðan orðin eitthvað svona Aron Pálmann og svo er mér ekki leyft út og þá snappa ég bara allt sem ég hef lagt á mig fucking drast og það drepa næstu þarna og þá fer allt í rugl skilur þá á maður að gera kann ekkert annað skilur kann ekki neitt og þá hugsa ég líka hérna einu skipt sem hún sérðan svona svolítið mjúkan er bara við mömmu sína sko. Bara það er eina svona sem hann ræddu við eiginlega og bara svona heldur ennþá í gamla svona þú veist hún var bara játnægi sko. En svo þú veist og er svolítið svona að gefast upp á hann en ég er svona hei það myndi engin annar segja eitthvað svona við hann hún er náttúrulega að segja líka og svo gott establishment einmitt þá svona ég og Dóra eitthvað að fíblast eitthvað þú veist væri ekki fyndið að þú veist eitthvað svona þannig sko hérna líka geðið þetta vinna með Dóru bara úr bubba og svona ég og hún erum rosa góði vinnir og elskum að fíblast sko þannig að þegar hún hérna segir mér að fara klóstið niðri sko gestaklóstið gestaklóstið upp ég ætla að fara að pissa þar bara þá verður að þurrka drópana það mömmulegast að sagt sko það var mjög gott og ég ok, þá fer ég bara niður skilur ok, þetta er mikið vesen það er einmitt ég veit ekki, svo bara hann er rosa nálægt mér þessi gaur sko hann er svona í dekkan sko Þegar ég heyrði fyrst svona þessu að Tóta mín sagði að þú væri að fara að leika svona vondakallin í þessar sinnu og hugsaði, nei, ég sé það ekki alveg fyrir mig sko. En svo er þetta örugglega svona, ég myndi halda þetta að vera svona breakthrough karakter hjá þér sko. Já, það er svona, þegar þú varst með handboltastjörnunni þarna, þú veist, það var bara svona þessi típa sko. Já, varst að gera kissana og eitthvað svona sé hvað þetta er óþægilegur siðblinda í gangi það er svona áhrif alveg á mann þegar maður var að horfa sko. Hann er alveg siðblindur sko. Ég finn það, hann er svona en þú veist, svo er ég mjög spenntur sko, því að þeir voru ekkert búin að skrifa seríu 2 en það er búin að tala að Geirun er á leiðinni í fangelsi Já, það er svolítið, og talaði í þættinum, skilur ég var alltaf að segja bara, ég er leiðin fangins svona var hann að reyna að græja peningin sko þá alltaf ég verið hrótt að standist lift á hrauninu viltu bæta ykkur við þetta og taka hann í 2 liði? Bara taka hann í 2 liði? Ég ætla að taka í liðin en hvað er bara svona nokkrar léttar spurningar þá að kynnast þér aðeins let's go hvað er það sem þú sér mest eftir í lífinu?
Þetta byrjar rólega bara. Þessi grunn. Já. Við erum oft helviti djúpir, sko. Fuck, sé mest eftir í lífinu. Fucking, ég veit það ekki, sko. Nei, ég bara... Það bara allt í góð. Það fyrir við bara í næstu. Já. Hvað besti leikari sem þú hefur unnið með? Ég er búin að fá þessu spurningu svo oft síðast, sko. Þetta alveg, sko, besti leikari, það ekkit, sko, geta eiginlega ekki sagt eitthvað eitt, sko. Það rosa misjant. Plóter var í fullu vasar, ekki? Plóter, sko. Plóter, já. Ökkur fjöla líka, sko. Þú veist alveg kongarnir, sko. Já, sko. Nei, ég myndi segja, sko, ég og sko, ég er ekki að segja, þetta er bara misjant eftir, en mér finnst, sko, mér er búin að finnast ógeðslega gaman að þegar við bara tengjum svo vel við ákveðna aðferð, leiklista aðferð. Það með Þorsteinn Bach, sko. Já. Ég hef unnið með, þegar ég og hann að vinna saman, þá kem ég oft upp á honum og segir bara svona, því hann alltaf bara með, þú veist, setur karakterina sína alveg rosa líkamlega bara, segir oft bara, já, þessi hérna svolítið í olbónum hjá mér, hvað meina með því? Og þá förum við ykkur rosa dýftir og pælingar og ég tengi við það, það eitthvað, ok, djöðlir til í það og þannig við höfum oft átt svona moments sem við vorum að vinna í leikum saman, þá vorum við leikurskið saman og þá lentu ég þessu og ég var að koma til hans að segja, ok, hvernig þú veist, það var leik ykkur þjón og við áttum, þú veist, og ég var bara algjört augalutur, ég sagði ekki neitt, var bara eitthvað backdrop, skilur en ég sagði oft við hann bara, ok, hvar þjóðnin í dag? Og hann eitthvað, prófaði eyranu. Eyra, já. Og kannski svona einn, skilur þú að finna það þyngd í eyranu, hægra eyranu, sko. Já, eitthvað svona. Já. Svona minor details, og maður lengur hann og ég var ekki eða ekki sýninguna, skilur, ég var ekki neitt, bara, þú veist, og svo ég myndi að setti líka, þá alltaf ég hitt hann og svona, þá voru alltaf að spyrja hvað er karakterinn núna og svo er ég að tala minn karakter við hann og ég segja, ég sé hann svolítið þarna og hann er einmitt, en ég held að segja svona, ég tengir óslega vel við hann, sko. Já, hann er geggjaður, sko. En þú veist, það fullt af leikurum sem ég unni með sem er geggjaður, sko. Hvað er stærsta afrek í þínu lífi? Ætli það sé ekki 2 slysabörn. Ekki? Já, það er föður hlutur ekki. 100%, sko. Hvað er það sem getur ekki farið út úr húsi á þess að vera með? Húslykla, já. Það er læstur hans úti. Já, það er svolítið slæmt. Ég er svona, svolítið einn á daginn, koma í vinnu og börnarni í skóla, heim eða eitthvað á milli. Hvað er svona besta dúó sem þú veist um? Besta dúó? Já. Það ætli sér ekki bara, sko ángríns, ætli það sé ekki bara fucking dúó. Bara Rikki G og Plóter eða? Já, eitthvað svoleiðis dúó. Eitthvað svoleiðis dúó. Já, jú. Ángríns, Rikki Plóter. Bara hendur á því Plóter. Hvað gerur því? Þá klárum við þetta á því. Þá kemur ég með eitthvað aðstæð og þú segir hvað þú myndir gera. Þú lappar út af Sushi Social, nýbúin og geggjuðu deiti með konunni, mætir Snorri Björns og skallaði. Hvað gerur því? Ég stendu upp og ég spyr, varst ekki örugglega að taka þetta upp? Verið kontentið? Það var einhver að móna þetta. Það er enda mjög gott, sko. Næsta er búið Detailsetrisins. Já. Hæ? Detailsetrið, þú veist ekki hvað Detailsetrið er? Nei, það er kongurinn Andri á Detailsetrinu. Það þrýfur bíla. Já. Keramíkar og djúprensar. Kongurinn, besta deildin í bílum. Já, geggja. Það er svo þess. Ef einhver hefði slippað e-pillu í glasið þetta rétt fyrir sýningu á nýju líf, hvað gerir í því? Það er ekkert að gera í því. Nei, myndur þú bara... Ég myndi bara vera aðeins lengur með gleraugun. Já, það getur bara poppaður. Hvað, ælinni, skilur, komin í kerfið, Stilur svo bara. Ég myndi örgulega eiga bara geggjaða sýningu. Sumar senur eru kannski svolítið skrítnar. Þú veist, ég myndi kannski segja mikið í einhverju sinnum, skilur. Það er ekki tjatti. Svona tilfinningaríkur, sko. Og er alltaf eitthvað, sé þess að gauðra þetta eitthvað, en þú veist, nei, ég veit ekki hvað ég myndi gera, bara fucking pull through, sko. Nákvæmlega. Reyna að besta, sko. Síðast íbúið Svavar í fitnessport, hann er svona fyrir skrýtna hluti. Konaðinn sendi þér SMS, ég væri til að byrja, ef við myndum byrja að vera í opnu sambandi. Hvað gerur því? Ég myndi segja bara, já, skoða það bara. Já. Þú væri opið fyrir því? Já, bara, þú veist, 2023, skil. Já, bara að rífa sig í gang. Ótrúlega óþægilegt hvernig hann reynir alltaf svona eins og sé bara árið 99. Já. Þú veist, þegar má taka samtal við konur, sko. Já, það sjálfsögðu. Algjörlega. Já, ef hún myndi vilja það, var bara, ég skoðum það. Já, skoðum þetta bara. Já, sko, geggja. En já, þá erum við bara... Ég var að fá eitt message hérna. Já, það er málun hérna, senda hann.
einhver svona loka kvortmyndur frekar, hann alveg geggjar þessi sko. Besti gaurinn að mála. Það bara svoleiðis, getur ekki fundið á, þetta vinna heima núna. Hann spyrir hérna, hvort myndi Aron Móla leika í Hrotti 2 eða kaupa vefjuna aftur með Reyni Bergmann? Það nefnilega það. Er Hrotti 2 á leiðinni? Það getur verið. Já, vampíran. Svo mikið kúvending þessi spurning, út allt, sko. Ég myndi ekki búin að vita hvernig að vera í þessum veitingabransa, ég myndi ekki taka Hrotta 2. Það ekki? Jú, hún mókaði svo þessin. Mókaði. Já, við erum bara. Þá lifaði hann, sko. Ertu með einhver plön núna? Er eitthvað í bígerð? Herri, já. Það bara Idol 2. Idol 2? Og svo hérna. Ég var að spáði að taka þátt. Já, er það? Já. Tókstu þátt? Nei, ég er að spáði núna. Já, það er á seint. Á seint, ok, næsta. Á næsta. Þetta er 3. Hérna, ég er svo Svörtu Sanda 2. Þeir eru á leiðinni? Já, veistla. Og ég er búin að vera hérna, búin að vera svolítið aðeins að bölka mig upp fyrir það, sko. Geðvitt. Nú, ég er að komast í átt stað, sko. Nei, ágúst. Ágúst, já, geðvitt. Þannig að ég er svona aðeins stærri karakter þar, endur í síðustu seríu og bara, þú veist, dramað heldur áfram og meira drama og meira rugl. Nóg að gera. Nóg að gera. Geðvikt. Bara lítið mjög vel út, sko. Geggjað. Geðvikt. Það er bara stund, kíkja á stund, fáðu ykkur skál. Ólafsinnir í Undralandi. Maður er að fara að hlusta á Ólafsinnir. Já. Það er að fara að koma með áskrift af þetta. Við erum alltaf leiðinni, sko. Ég með alveg bara að lista af hlutum sem ég má ekki tala um. Já, bara þá þegar til þetta kemur. Þannig þegar þetta kemur, fáðu ykkur áskrift. Þá tala ég um trippið. Ég veit, sko, þegar fólk er að hlusta, það er með áskrift á bróðkjár.is. Þannig það má fá áskrift líka af hinnu. Algjörlega. Það er bara í áskrift, ekki? Jú, bara í áskrift. We love cash. Það er bara framtíðin, áskriftin. Það er bara, ég veit. Þannig getur maður ekki gert þetta endalaust, sko. Bara, að þú ert lojal, bara subscribe það. Já, það er rétt. Þannig, einhver meira sem vilt Póla? Nei, bara gegja. Já, þú ert bara kóngurinn. Takk innlega fyrir að koma. Og okkur heiður. Takk fyrir okkur. Thank you, baby.